En fyrst af öllu það sjónvarpsfréttamaður sem á annarri skoðun en forsætisráðherra það hvaða vægi forsætisráðherra hafa á markaðinn. Já, hann heitir Stefán Ívans. Lára Ómarsdóttir fréttamaður okkar fór og ræddi við hann og líka Geir Haarde. Við skulum byrja á heyri Geir. Það eru margir fjölmiðlar sem að leita eftir viðtölunum hérna þessa dagana. En það mjög gott að fá tækifæri til að tala við svona alvöru sjónvarpsstöð og útvarpsstöð eins og þessa, að því að maður fær tækifæri til að útskýra stöðuna. Og þetta fer inn í þætti sem ekki mikið klipptir til og þá tækifæri sem til þess að koma réttum upplýsingum á framfæri. Og það mjög mikilvægt í núverandi aðstæður vegna þess að í grunninn allt í góðu lagi í íslensku efnahagslífi og í bankaheiminum. Það bara ekki allir sem skilja það eða hafa fengið þær réttar upplýsingar. The Prime Minister is clearly on a mission to tell absolutely anybody who listens, particularly on Wall Street and in the City of London and Tokyo, that there aren't any problems, that the fundamentals are very, very strong. But the difficulty is, all that may be true, the fundamentals may be very, very strong indeed, but if people think that bad things are going to happen, they speculate on that, and just thinking can make those things happen. Hvaða skilaboðum komstu þarna á framfæri? Já, ég fer yfir það að hver eru stóru atriðin varðandi í efnahagsmál á Íslandi. Skuldlaus ríkissjóður, fjármagnað, lífeyriskerfi sem að fullu fjármagnað, aldurssamsetning þjóðarinnar mjög hagstæð til lengri tíma, fjölmörg slík atriði, þó að við séum núna í augnablikinu með ákveðið ójafnvægi í makró þjóðarbúskapnum sem kallaður vegna þess að það meiri verðbólga við kærum okkur og það hefur verið viðskiptahalli. Hvort tveggja leitar nú meira jafnvægis. Við teljum að við fáum að vísu verðbólgukú á næstunni en hann mun verða gengið niður í síðar hluta þess árs og við gerum okkur vonur að ná verðbólgumarkmiðinu mitt næsta ár. Og viðskiptahallin á leiði miklu minna á jafnvægi. Hann gengur hratt niður, hallin sem þar hefur verið. Við erum með lítið sem ekkert atvinnuleysi. People wonder why a small economy in the north of the Atlantic Ocean can be affected because Americans took out very bad loans. A problem in America, a problem for Americans has become a problem for Iceland. And everybody wonders how on earth that could have happened and what the result of that will be. It has affected a lot of countries. It's affected Europe and obviously it's affected America. But it seems very, very strange that you have a self-contained economy, an economy which seems so strong, but yet which is the subject of speculation. And that's very, very interesting. It shows how there is no bit of the world which is isolated from what happens in America or anywhere else. Þú talar líka það við hann að það var ekki hörð lending krónunar. Já, sko, ég hef notað þetta hugtak í nokkur ár sem snertilending. Ef menn vilja vera að tala þetta svona á flugtæknilegum forsendum, hörðlending þýðir náttúrulega bara það að það fer allt úr ójafnvægi og verður algjör stopp í hagkerfinu í einhvern tíma. Mjúglending það þegar að menn ná sér niður úr miklum hagvexti niður í lítinn hagvöxt án áfalla. Þetta það sem við viljum, en við viljum ekki síðan bara sitja og fara inn í flugskýli. Við viljum lenda vélinni mjúklega og taka síðan aftur upp. Og það náttúrulega það sem aðalatriðið að hægjum á okkur núna, kostum æðinni á þessu ári, fram á það næsta og byggjum þá frekar í hagvöxt sem náttúrulega það sem við þurfum að gera til þess að halda áfram að bæta lífskjörin. Your Prime Minister's phrase was, there won't be a hard landing, but there won't be a soft landing either. There'll be something in between. And that seems to me to be something very newsworthy and worth reporting. Ég sagði líka við hann að við þurfum í samstarfi við aðrar þjóðir að reyna að ná betri tökum á og bæta eftirlitskerfið á alþjóðlega fjármálamarkaðnum. Því það virðist vera, það sé ýmislegt sem eigi bæta til þess að menn lendi ekki í klónum á ósvífnum spákaupmönnum sem svífast einskis og virða ekki ýmislegt sem við teljum að bera virða hér. Þannig að í rauninni það sem þú segja komið upp fyrir að þetta geti gerst aftur. Já, en það gerum við náttúrulega ekki einn sem þjóð. Það verða miklu fleiri að taka höndum saman eins og fjármálaráðherra Bandaríkjanna hefur verið að benda á upp á síðkastið og reyndar margir fleiri. The phrase that's been used in the newspapers and the phrase which your politicians don't like
is the country that's really a hedge fund. And I think a lot of people think that maybe the institutions got too clever, that they expanded too fast. And now maybe a bit of pain is on the way because of that. This economy has changed dramatically in the last 10 years, and I suppose people outside wonder if it changed a little bit too fast and didn't quite see the bump coming.